Brot úr byggingasögu. Húsagerð hér var almennt allt frá landnámstíð til síðustu ára, bæði frumstæð og fátækleg. Enda var lífsbaráttan svo hörð að þjóðin hafði hvorki efni eða ástæður til að gera híbýli sín svo fullkomin sem nágrannaþjóðirnar gerðu. Allt til síðustu ára voru flestar byggingar gerðar úr grjóti og torfi. Veggirnir voru mjög þykkir, gerður óhögnu grjóti með torfstreng á milli. Þekja var ævinlega þykkt torflag, en undir það voru aðeins sett langbönd, stundur langbönd og hellur ofan á þau eða timbursúð. Gluggar voru mjög fáir og smáir. Húsið voru dimm, rök og endingarlítil. En þau voru tiltölulega hlý og það kom sér vel í köldu og eldsneytis litlu landi. Þessi húsakynni líktust mest í jarðhúsum, án allra þæginda og prýði. Nokkru fyrir aldamóti 1900 var almennt farið að reisa hús úr timbri. Timburhúsi voru dýr, þar sem allt efni varð að kaupa erlendis frá. Í byrjuninni vantaði þekkingu til að gera hús úr þessu efni. Efni sem hingað fluttist reyndi sér lélegt og verðið hátt. Þó það sem nota var til hlýinda í veggina var aðallega mosi eða úrgangshey. Rýrnaði það í veggjunum og endist aðeins fá ár. Menn voru fljótir að sjá að hús þessi ættu ekki mikla framtíð, en er nú svo komið að timburhúsabyggingarnar eru mjög að hverfa og hefur þetta byggingatímabil því aðeins varað halva öld. Aldamótin hófst sér algjörlega ný og mjög merkileg byggingaraðferð. Árið 1887 var byggt hér fyrsta steinsteypuhúsið, en almennt var farið að nota steinsteypu til húsa nokkuð eftir aldamótin. Þótt undarlegt sé, munum við vera með allra fyrstu þjóðum sem notaði steinsteypu til húsagerðar. Orsök þessa hefur sennilega verið sú að hér fannst ekkert notað byggingarefni, svo sem hallgóður náttúrusteinn, timbur eða múrsteinn. Í steinsteypuna þurfti aðeins að flytja inn sement.